Allar umsóknir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða þær fara nú í gegnum þjónustugátt Ferðamálastofu og innskráningi hana er hérna þess hægra megin á síðunni. Við smellum hérna á þjónustugátt og þá opnast hérna innskráningarsíðan fyrir hana. Það eru tveir möguleikar í boði. Það er annars vegar hægt að nota hérna rafræn skilríki farsíma, en þá þarf viðkomandi að vera búinn að virkja þann möguleika hjá sér. En hins vegar er hægt að nota íslykil sem allir geta fengið úthlutað sem að hafa kennitölu og við sýnum þann möguleika. Smellum á innskrá og þá opnast hérna þessi innskráningarsíða. Þar er annars vegar skráð kennitalan og hins vegar sá íslykil sem að viðkomandi hefur fengið úthlutað. Smellum á staðfesta og þá er viðkomandi komin inn í þjónustugáttina. Til að senda inn nýja umsókn þá er farið hérna í flipan umsóknir og þá opnast listi yfir þær umsóknir sem er í kerfinu og hérna neðst á listanum er umsóknum styrki við framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Við smellum á þann hlekk og þá opnast eyðublað fyrir umsóknina. Umsóknin er síðan fyllt út í samræmi við þær leiðbeiningar sem framkoma, stjörnumerktu svæðin. Það er alltaf að fylla út eins og venja er. Hérna undir spurningamerkjunum sem þið sjáum við reitina, þar er svona nánari útskýringar á hverjum reitum sig. Neðst er síðan hægt að hengja viðhengi við umsóknina, myndir og teikningar og annað sem að við á. Það er hægt að vista umsóknina að halda áfram síðar, en verðt að vekja athygli á því að ef að er búið að hengja við umsóknir þá vistast þær ekki með. En það síðasta sem að þarf að gera áður en umsókn er send inn, það er alltaf að hengja við þau viðhengi sem eiga að fylgja með. Og síðan er einfaldlega umsóknin send inn þegar allt er tilbúið. Til þess hins vegar að breyta umsókn sem að send var inn eftir fyrru umsóknarfrest, þá er farið hérna í málin mín. Þá á viðkomandi að sjá lista yfir þau mál sem umsóknir sem hann á í kerfinu. Og til þess að breyta umsókn þá er farið hérna yfir málsnúmerið, smellt á það, þá opnast þessi síða hér og þar sjáum við hérna hnappinn breyta umsókn og það er smellt á hann og þá opnast umsóknin eins og hún var þegar hún var send inn eftir fyrir umsóknarfrest. Henni síðan hægt að breyta að vild, hengja við nýju viðhengi og senda umsóknina inn að nýju og þá verður til nýju umsókn í kerfinu.